Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, nú eru 14 mánuðir síðan krónu á móti krónuskerðingin var afnám að ellilífeyrisþegum. Það eru 14 mánuðir sem öryrkjar hafa þurft að sitja uppi með krónu á móti krónuskerðingu. Krónu á móti krónuskerðingi er ekkert annað en hreint og klárt mannréttindabrot, fjárhagslegt ofbeldi. Við erum búin að samþykkja samning Sameinuðu þjóðanna og er það fyrsta skilyrði sem við ætlum að gera er að halda einu krónu á móti krónuskerðingu. Allir flokkar lofuðu að afnema þetta. Og hvað er loforðið? Það er með ólíkindum hvernig hækkanir hafa dunið á öryrkjum undanfarið. Lyfjakostnaður, alls konar hækkanir skella á þeim, en við fáum öryrkjar og eldri borgarar fá ekki rétta launahækkun, ekki samkvæmt launavísitölu. Nei, þeir eru teknir sem neysluvísitala eða þar að vera. Og þar munar helming. Það var 4,7%, átti að vera 7,4% eða eitthvað, eða 47% eða rétt væri. Síðan er annað í þessu og það er tekjutengingar. Tekjutengingar af maka, þær eru að aukast. Gerið ykkur grein fyrir því hvað öryrkjar þurfa að borga fyrir að vera í hjónabandi? Tvö hjón í hjónabandi hjá öryrkjum þurfa að borga því milljón ári fyrir að vera í hjónabandi. Hversu spurning er það við hjónabandið? Mynduð þið sætt ykkur við það að við ættum að borga hérna hvað 2-3 milljónir hérna við þingmenn fyrir að fá að vera í hjónabandi? Það er kominn tími til að við endurskoðum svona hluti og það er löngu tímabært að þessi illræmda krónu á móti krónuskerðing hverfi. Og það er allir búin að lofa því, þannig að ég spyr alla flokka hérna inni, ætlið að standa við þetta? Voru þetta allt innantóm loforð?